Já, Maggi, þú varst búinn að lofa því að stífla myndi bresta á endanum og hún gerði það svo sannlega í dag. 3-0, hvernig er tilfinningin? Já, algjörlega. Þetta frábær leikur hjá strákunum og frábær tilfinning. Ég vil kannski byrja að tilnefna hann Sigur Guðjóni Ármanni sem verið meistarinn hjá okkur. Hann lést á dögunum og votta dýpstu samúðarkveðjur til fjölskyldu hans og vinna og Sigur til fyrir Gauja. Það er sjálfbærlega eins og hann sem hann var hjálpað til að koma liðinu upp í bestu deildina og hann vann frábær starf fyrir félagið og verið sátt saknað. Þannig að Sigur var fyrir hann. Við svo minnist að það tóku mínútu klapp fyrir leik. Var þetta eitthvað svo rættuði strákarinn í klefa fyrir leik? Talaður Gauja? Já, við þekktum allir Gauja og hann búinn að vera stór partur í starfinu okkar. Þannig að við vildum spila hann leik svolítið fyrir hann og tilnefna honum sigurinn og mér fannst það frábær kraftur í strákunum í dag. Ég vissi að frammistaðan í síðasta leik, mér fannst það alltaf leið að tapa 3-0. Mér fannst margt falla á móti okkur þar og við vorum ekki vantaði bara herslumun. En þetta er svolítið eins og Tómasson, þegar það byrja smá að koma þá allt í einu sprautast allt út úr henni. Og það er þannig með mörkin í dag. Þetta frammistaðan í síðasta leik fannst mér bara svolítið komast inn í hennar leik og mér fannst það bara virkilega góð leikur á strákunum. Allir í liðinu, við erum að tala alla sem byrjuðu, alla sem komu inn og stóðu sér frábærlega, þannig að ég var gríðarlega ánægður með liðsheildina og sigurinn í dag. Var eitthvað fyrir leik stjörnumanna sem þú sagði strákunum að geta herja á eða var þetta bara þegar að spila eitthvað bolta? Já, bara svona bland sko. Við förum alltaf yfir andstæðingarna en við viljum fyrst og fremst sjálf okkur eins og fyrir alltaf yfir andstæðingarna helst á hættur og mér finnst að loka helst á hættuna þeirra í dag og gera það vel og samanskapið nýta okkur kannski einhverja veikleika þannig að ég er hrikalega ánægður með hvernig til tókst í dag og geggjað að halda hreinu þriðja leikinn í röðina heima í deildinni og varnarleikurinn öllu liðinu frábær og svona það sem skilar þessu að halda hreinu hérna er bara vinnuframlagi frá fremsta til aftasta manns og frábær stuðningur í stúkunni og bara geggjað kvöld að fara. Kantmennirnir bara úr hrikalega öflugir í dag, komist ítrekkað fyrir aftan bakverðina á Stjörnunni. Var þetta eitthvað svo að tala við strákana, miðjumennina og varnarmennina að koma á boltanum bak við bakverðina? Já, ég fór svo smálega við það fyrir leika og það hefnaðist vel eins og segir en það margt annað sem gerur líka vel í leiknum undan því sem var til þess að við gætum gert þetta þannig að þetta var bara svona leikplani gekk mjög vel upp. Mér fannst þeir fá einhverja sénslu, en mér finnst verið að tegja okkur frábærlega. Varnarmennir og Jökull í markinu tóku bara allt sem kom inn í teginn og svo fannst mér við vera mjög beittir þegar við sóttum, þannig að bara gríðarlega ánægður með þetta og það skilaði svo bara frábær liðsheild og trúin lið. Stokke kom til ykkar fyrir viku síðan, hvernig fannst það að koma inn í það? Bara frábærlega, við fannst mjög góða leik, mjög fyrsta leik, en er að komast inn í hlutinu ennþá þannig að mér fannst hann stansa mjög vel með það. Þetta var fyrsti leikurinn hans og tengdi spilið vel og ég er nokkuð sem hann sín eftir að vera ennþá betri og vaxandi því hann komist ennþá meira inn í leikstílinni okkur og hvernig við spilum. Þannig að bara mjög ánægður með hans framlega fyrsta leik og held að verði eftir ennþá betri þjóð. Takk fyrir þetta, Maggi.